kona mín heitir Elín Torfadóttir. Hún er Reykvíkingur líka. Það var ekki þannig að við mættumst á götu og gengjum á ljósastaura af hrifningu eða fengjum í hnén. Við byrjuðum saman í barnaskóla 8 ára og vorum síðan saman í gagnfræðaskóla, aldrei í sama bekk. Ég er alltaf á dergilegur og hún var í A-bekk, það var besti bekkurinn. Ég var í C-bekk, það var 3. besti bekkurinn. Hún var alltaf mikið herra á prófum og ég er alltaf að stæla við hann það að það segir nú ekki til greind eða gáfur. Akkur er alltaf að tala þetta, segir hún alltaf við mig. Og ég verð undir í þessu. En smátt og smátt svona, þá fannst mér nú hvers á dagur daufur sem að ég hitt ekki þessa stúlku. Og við trúluðum okkur. Nú bara hlægir út fólk og segir trúluðuð ykkur. Hún verið kennari, núna seinna kona mín, annars var nú fóstra sem alla tíð. Og hún var að segja úlingum það að þá hafði trúlofunarhringurinn verið settur á vinstri hendina og svo þegar gifting var þá var að setja á hægri og það kom í blöðunum og opinberið hafa trúlofun sína. Krakkarnir fóru allir að skelli hlæja og hvað er það hafi sagt? Ég veit ekki hvort það má segja það útvarpið. Akkur var bara ekki sagt svo þessi elskulegi úlingar við hana. Er það á föstu? Sko rómantíkin og undanhaldið, þú heyrir það. Svo giftu við okkur, leið og ég fikk aldur til og hún fékk átti nú að fá frí úr vinnu þegar við giftum okkur en það stóð eitthvað illa á í barnaheimilinu og við vorum gift hjá borgardómara í eftirvinnu. Hún komst ekki fyrir rétt fyrir 12 hlaupandi eftir Tjarnargötunni. Ég var í nýjum fötum sem gamli maðurinn hafði keypt út í Bretlandi fyrir mig og gaf mér og við áttum hvert annað en húsnæði var hvergi að fá. Varstu verkamaður þá? Já. Hvernig gekk að koma og eignast hús, Guðmundur? Eða íbúð? Við brutustum í leiguhúsnæði. Við vorum hjá foreldrum mínum stundum. Foreldrum hennar. Stundum fékk maður leiguhúsnæði stuttan tíma. Og við vorum eiginlega í sífelldri leit í 5 ár. Þetta var nú 48. Allir húsnæðisleysi hafa ekki verið hvað mest þá. Svo fengum við leigt vestur á Ljósvallagötu hjá ágætum manni. Heildsala hér í borg, heiðarlegum og góðum. Hann átti ekki heim í húsinu, það er oft vont að leigja ef húsið á heim í húsinu. Þar byggum við í 18 ár. Svo tilkynnta mér með ársfyrirvara hann ætlaði að selja húsið. Og það var þessi 5 ár sem við flæktustum á milli foreldra okkar, þau voru ýmsu leyti býsna erfið. Og ég þótti nú ekki beint efnilegu tengdasonur. Þetta þótti gjörfulegri stúlka en það að hún ætti að dandalast fram á aftur bæinn. En við eigum 2 drengi og 2 stúlkur. Önnur eldri dóttirinn,
sko, ég tala um dæturnar, þú heyrið það, já. og hún heitir Sólveig. Sjálfsögðu. Mér er sagt að hún hafi notið þess. Hina ætluðu við að skýra Önnu Úrsúlu eftir móðir konu minnar. Presturinn harðneitaði. Og við fórum fram á gang. Hvað þetta gerir í þessu? Þetta var ákaflega ljúfa, elskuleg kona, tengdamóðir mín. Já, ekki mikið til mála, sagði presturinn. Eigum við bara ekki að láta hana heita Elínu, segi. Þetta var bara fram á gangi á pressetrinu. Og það endaði á því við skýrðum hana Elínu Helenu. Sem hefur nú eiginlega ekki neitt galla. Hún er alltaf að hóta mér því, þessi elskulega unga dama, að hún ætla ekki að skrifa sig framvegis Elíni H. Guðmundsdóttir, heldur bara Elín Helena. Og þá hverfur nafn mitt úr lífi hennar. Ég mótmæli, en ég hugsaði að enda á því, hún skrifi bara Elín Helena. Mér sýnstu vera að fann að kvitta svoleiðis og... En svo eigum við 8 barnabörn. En það er ákaflega erfitt fyrir börn að vera gift mönnum, að vera börn manna sem eru mikið umdeildir eða áberandi opinberu lífi. Þetta gildir líka stjórnmálamenn sem hafa kannski góðan efnahag. Þau verða fyrir aðkasti. Mín börn urðu mörg fyrir ákaflega miklu aðkasti, sérilegi elsti sonurinn. Hann nú mikið hærri og hraustar en ég, svoleiðis að hann stóð þetta af sér, en ef það voru verkföll, þá fór hann í önnur föt. Vegna þess að þá kom hann oft svona rifinn og tættur heim. Þá þurfti nú að þjarma svona að sýni þessa uppreisna foringja. Þú tekur eftir því, veit ég, að ég hef svona kosið að tala sem allra minnst pólitík við þig. Ég var nú að hafa ekki mótið því. Nei, svo sannarlega ekki. Ég held að sé nóg af því. Hitt er annað að nú fer bráðum að skella á miðnætti. Já, og það fer ekki hjá því að sannleikurinn tilheyrir nóttinni, við skulum nota tímann vel. Þú hefur auðvitað mikið komið við sögu, Guðmundur, þú hefur verið í bæjarstjórn, ef maður rétt. Já, já. Og unnið að málefni verka liðsins, allt hvað aftekur. En þú ert auðvitað umdeildur sem slíkur. Já, já. Og það er hins vegar spurning þegar þú fórst inn á Alþingi. Hvernig leið þér, sonur togaraskipstjóra, að labba þar inn? Togarasjómanns. Togarasjómanns. Ég fann nú ekki fyrir neinni sérstakri sælu tilfinningu og ég var aldrei gagntekinn svona einhverju sælu eða lífshamingju sérstakri. Hitt er annað að á Alþingi þá er yfirleitt ákaflega gott andrúmsloft á milli manna. Það er ekki pólitískar erjur og umgengnishættir ákaflega góðir. Starfsfólk er ákaflega elskulegt og gott. Þetta er góður vinnustaður. En ég glemdi alltaf upphefðinni sem að þessu fylgir. Þegar fólk var að segja hvað segir alþingismaðurinn, þá áttaði ég mig nú eiginlega ekki á því að ég væri þannig á ferð. Ég veit ekki hvort að þér hefur verið, þú hefur verið sama sinnis þegar þú labbaðir út. Ég fór nú ekkert grátandi út, en það er ákaflega mikilvægt standa sig vel á Alþingi og þarna er átt við mikil og djúp mál og menn þurfa að leggja sig þar vel fram. Það háði mér nokkuð að
Ég var alltaf á bólakafi í verkalýðsfélögum, formaður Dagsbrúnar og verkamannasambandsins og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta nú eiginlega svo tvíkvæni, sko. Og ég hef aldrei verið fyrir það, en mér leiði ekkert vera á eftir. En forði mér allir góðir vættir frá því að sletta eitthvað í þessa góðu samþingsmenn mína sem fæstir voru mér nú sammála og alls ekki heldur á mínum eigin flokki. Fjarri því. Ég rakst nokkuð illa síðustu árin. Þú sagðir áðan að börnin þín hefðu fundið fyrir því þegar verið var að ná sér niður á þér með orðum og orðskrýpum og illmælgi. Hvernig þoldir þú það? Ég tók það nærri mér. Ákaflega nærri mér. Og eins ef ég ætti að lifa lífinu aftur, þá náttúrulega er fjöldinn allur af hlutum og framkomu sem maður hefði öðruvísi, umfram alla muni. Og það vil ég gefa ungum mönnum sem að fara út á svo brautir. Börn verða svo fljótt fullorðin. Og það er oflítill tími sem maður gaf börnum sínum. Hvort þau að tapa þá því, þau nutu þess að eiga góða móðir sem að vísu vann alltaf úti. En ég held að dýpri lífshamingja sé fólgin í að vera með börnum sínum. Svo sjá menn eftir þess eins og ég, skamma sín, og þá fer maður að leggja ofurást á barnabörn sín og þá er sagt, já, látið hann af ekki vera svona mikið með hana önnu Úrsúlu því að það nafn átti nú eftir að koma aftur, eða hana Söndru, hann eyðileggur þær, hann dekrar svo við þess. Og þær stundir sem maður stal frá börnum sínum í fávisku, ég sé eftir þeim. Guðmundur Jóa Guðmundsson, þú hefur eiginlega hálfa mínútu til að svara síðustu spurningum minni í svona gríðarlega stórum skrokk. Já. Rúmast ekki mikið að trú. Jú, mikið af von, mikið af vonum sem að sumar hafa ræst og aðrar ekki. Kærleik. Ég held að kærleikurinn sé þýðingarmestur. Guðmundur Jóa Guðmundsson, takk þér fyrir komuna. Ég vona og ég veit að sófahorni mitt er réttir úr sér þegar þú ert staðin upp. Farðu nú með Guði og allra gefa mér nefið á hann fer. Já, þakka þér fyrir sömuleiðis. Gjörðu svo vel. Já, kæri þú, svona hljómaði Guðmundur J. Guðmundsson í kvöldarabbi hjá mér árið 1990. Guðmundur lést 12. júní 1997. Elín Torfadóttir, leikskólakennari Ekkja Guðmundar, sagði mér að Guðmundur hefði farið á spítala til að láta laga á sinn hnén, enda maðurinn stór og þungur. Síðan fóruðu vestur til Bandaríkjanna í hvíld og gista á hótel í Orlando.
Elín sagði að þau hefðu skroppið í gönguferð og verið á leið heim á hótel, gengið of rólega og voru nær komin að dyrum hótelsins þegar Guðmundur sagði allt í einu: Elín, ég held að það sé að líða yfir mig, og hné niður. Elín reyndi að varna því að hann skilli með höfuðið á gangstéttinu og tókst það. Hún kallaði á hjálp og hótelfólk þusti að og einn maður reyndi hjartanhnoð. Sjúkrabíll kom fljótt og farið var með Guðmund á sjúkrahús. Læknum tókst ekki að lífga hann við. Elín sagði mér að hún hefði verið leidd inn til lands þar sem hann lá og sagt að reyna að tala við hann. Hún sagðist hafa gert það, skammaði hann dálítið fyrir að gera sig líklegan til að yfirgefa hana svona í fríinu, en hann hefði ekki hlustað á sig. Frekar en fyrir daginn, sagði Elín og hló hlýlega. Já, kæri þú. Til að gera nú þennan minnisþátt eins vel úr garði og undi ætla ég að leyfa þér að heyra enn eldra viðtal sem ég tók við föður Guðmundar, Guðmund Halldór Guðmundsson sjómann. Það var árið 1975 sem ég heimsótti hann í Verkó við Ásvallagötu. Ég þarf svo sem ekki að minnast á það, en hafirðu hlustað á þetta gamla viðtal við Jakan sem ég var að endurtaka núna, þá myndu heyra greinilega hvað þeir feðgar voru líkir í tali og áherslum. Þú verður að fyrirgefa, en viðtalið við Guðmund H. gamla var hljóðritað rétt fyrir jólin, en ég ætla nú að nota það samt, þó komið sé vor, enda eru þarna ágætar lýsingar á togarasjómennsku og hvað gerir það til þó að tala sér jól í byrjun voss? Tölum við ekki sólskin í rigningu? Hlustaðu með okkur Ragnari Gunnarsinni, tæknimanni, á hann Guðmund H. Guðmundsson, sjómann frá árinu 1975. Ekki ertu nú fæddur hér í Reykjavík eða uppalinn? Nei. Ég hef sagt þú sett Vestfirðingur. Ég fæddur á Nafsir í Arnarfirði, Aukulhrepp. Já, og þínu foreldrar, Guðmundur? Guðmundur Freyriksson og Guðmundína Jónsdóttir, hétu þau. Hvað varstu lengi á Hrafnseyri? 5 ár. Og þá fariði hvert? Þá flutti faðir minn að Hjallkárseyri. Að Hjallkárseyri? Já. Það er aldrei skrítið nafn, styrt nafn. Á leysingja ánar, Hjallkár. Hjallkár, já. Geturum í landnámu. Var það stórt býli? Nei, það var eiginlega sem kallað var harðskæslujörð. Já. En þó að sá kostur við hana að það var ágætt hagabit og sem sagt var það aldrei hagalust að vetri til. Það voru brött líð og það voru grasteigar, það var dæmis í einum stað þar sem kallað var saurkommar og það var teigur alveg upp á fjálsbrún sem var hreinn töðuvöllur. Og þangað sótti skepnur að því afskaplega mikið. Það var náttúrulega kom mikill áburður þarna af ásókn fjársins á sumrin sem var þarna og þetta var alveg sérstaklega og það var keppst að koma skepnum á veturnar á þennan stað. Já. Hvað var margt í heimili hjá þér þegar þú manst eftir þér fyrst, Guðmundur? Ég man nú ekki hvað við vorum mörg þegar ég man eftir mér, en við vorum 10 systkinin. Já. Og ég er einn eftir. Þú ert einn eftir, já. Og ég var næst elstur. Og hvað ertu gamall í dag? Ég er 88 ára. Það leynir á sér. Ég er fæddur 4. október 1887. Já, svo það þýðir ekki deil það.
Nú kann þér að finnast þetta skrítin spurning á þessum tímum ofáts og magasára. Manstu þá tíð að hafa verið svangur, Guðmundur? Já, ég var náttúrulega oft svangur, að mér fannst, ég var listugur, ég var krakki, en ég var sjaldan svangur af skorti, svoleiðis, hjá foreldrum mínum. Þó kom það fyrir, það var nú langt í Kaupstað, en það var sá kostur hjá þeim að þau höfðu alltaf óhemju mjólk. Og ef það var, ég man ekki einu sinni að það var ekkert til að fæðu annað heldur en mjólk og kjöt, og þá var það notað. Var lítið fisk á þessum stað? Þarna inn frá það sem ég átti heima, það var sjaldan. Jú, ég man eftir því þegar ég var smástrákur fyrst, þá gekk fiskur þar alveg og alveg upp að landstyrinu og þar rétt við bæinn. Í bæinn Hjálpsfjörður, hann stendur alveg við sjóinn á Tanga. Mér sagt að þú hefur sem strákur snemma átt þá eða eignast þá þrá eina að komast á sjóinn. Já, það víst alveg rétt, ég þráði það mikið. En áður ég hleypi þér á flott í þessu stuttarabbi okkar, Guðmundur, þá langar mig að spyrja þig, viltu nefna mér þau jól í landi sem þú manst fyrst eftir? Já, við komum nokkur að því áðan. Ég man fyrst eftir jólum, þá hefur verið 5 ára líka, á 5. árinu. Að séra Ríkharð var prestur á Rafseyri, þá nýkominn þangað. Og það kom stúlka með sælgæti handa okkur krökkunum sem að þau hjónin, Ríkharð og Málfríður, sendi okkur. Og okkur þótti þetta afskaplega mikil veisla að fá þetta sælgæti, það var nú gefni til að kaupa svoleiðis. Það var bæði brjóstsýkur og hitt og annað, gráfíkjur og hitt og annað. En hvað annars var þá sælgæti sem þið fenguð þó til tilbreytingar, við skulum segja jól, úr því að þið fenguð ekki þetta sælgæti sem þú tiltekur núna? Það voru bakaðar pönnukökur og allra handana kökur og svoleiðis, það var nú aðalega sælgæti náttúrulega. Og svo var hangikjöt alltaf. Var mikill undirbúningur eftir því sem þú manst að jólum? Já, það var mikill undirbúningur. Það var allt hreinsað og þrifið. Nú og svo var mikill undirbúningur við matargerð, eða við bakstur sem sagt, svona. En kaupstaðarferð? Já, það var líka kaupstaðarferð, bæði til Bíldudals og Þingeyrar. Fékkst þú nokkuð tímann að fara með í slíka ferð? Ekki því ég var smástrákur. Ég man jú eftir að ég kom fyrst á Bíldudal, ég man til því, það var Björn Þorsteinsson. Og mikið þótti með þetta stórfendir bryggjur og öll þessi hús. Ég hef aldrei komið í fjölbíli fyrri. Hvað heldur að hafa verið margt á Bíldudal þá? Það var verið á 35 manns. Svona stórt þó, svona snemma? Bíldudal jók svo mikið að fólksfjölda í tíð Péturs Þorsteinssonar. Þetta var frámuna framkvæmda maður. Hann hafði til dæmis, við sjáum það í litlu þorpi þar lítinn, hann hafði 18 skútur, hann hafði mest, 6 skútur sem gengu á handfæraveiðar. Og hann hefur verið eins og mætti kannski segja faðir staðarins? Já, hann var óvægt að segja það, hann var faðir hreppanna. Keturdalshrepps, Suðurfjarðarhrepps og Ögulhrepps. Það er ekkert ofsögum sagt að margt það. Og góðmenni? Já, frámunalega hjálpsamur og fátæka. Ég man eftir einu atviti. Að faðir minn, hann var nú fátækur maður, við 10 börnin og mamma heilsulausum tíma.
og hann býður einhvað, ég man nú ekki hvað það var svo búðarmanninn, Já, úttekt. úttekt. Hefurðu leiðið fyrir sveitarstyrk, sér hann? Já, ég haf nú ekki leiðið. Þurft átti ég að halda, sér hann, já, Pétur. Hann fer inn og kallar í Pétur Þorsteinsson. Ég heyrði Pétur aldrei skamma mann nema þá, þennan mann. Hann hefur skilið stoltið sem Já. bóndinn bjó yfir, Já, þó hann fátækur væri. En segðu mér nú, þegar sjálf jólin komu, þegar þú ert svona mannst eftir þér sem mjög ungum, var það eitthvað sérstakt sem gerði það að verkum að þetta var öðruvísi? Var mikið talað hvað hafði gerst á jólum? og já, þegar fólk hittist svona af vægjum þá talaðu það nú sérstaklega krakkar, hvað hefur þau fengið. Það var síður ekki jólagjafir svona, en það var nú fjöldanum einhverju flíkur sem búnar sem saumuðu sjónarkonurnar á þau. Og svo var það ekki lesið Guðsorðið, eða var farið til kirkju? Það var byrjuð jólin alltaf aðfangadagskvöldið með að lesa húslestur. Og það þótti eiginlega, ef ég mætti svo að orði komast, ókristilegt ef að ekki var fólks á öllum bæjum við kirkju jóladaginn. Já. Þegar þú ferð til sjós, hvað ertu þá gamall? 11 ára. Var það vanalegt að senda svo unga pilta til sjós? Nei, það var nú ekki vanalegt, þó var það til. Þá voru helst þá krakkar, synir skipstjóru og svoleiðis sem fóru með föður sínum, svona bara gamni sínu, fengu að fara jafnvel 8-9 ára. En í þínu tilfelli, var verið að losa heimili við einn munn og einn maga? Já, og auka tekjur eftir því sem að hægt var. Vildur þú fara? Hlakkaði mikið til. Og þú fer á skútu? Já, skútu sem hét María og skipstjórinn Jón Steinholm. Hvað varstu lengi þar? Ég var 1 sumar. Já. Það var hægt alltaf í endan ágúst. Já. En svo komu togararnir og þú náttúrulega ferðið þegar þú eldist, þá ferð þú að togara. Já, já. Hvað varstu nú lengi Guðmundur H. Guðmundsson á togurum? 54 ár. Er það ekki nánast heimsmet? Ég veit það. Eða Evrópumet? Ég skal ekki segja það. En hvernig var svo togaralífið fyrst þegar þú manst eftir það? Það var slæmt. Að því leitir hvað menn voru erfið, það að þreyttir, ekki tekið sem dæmi, að við fórum frá Reykjavík á sunnudegi. Og vestur, eins og Suðurland, þá var 1918. Og þegar við komum vestur, þá var norðaustan stormur og það legiðin og þetta grænulíð sem kölluð Svo lægði og við fórum út á fisk og fiskurum vel. Og í þessa, við vorum 6 daga á fiskilíi. Þá var skipið fullt og siglt til Englands. En við sváfum 4 tíma af þessum 6 sólhringum. Það þætti nú ekki nógu sniðugt í dag. Nei, þetta að það var að gera kröfur eitthvað. En þú hefur þar að leiðandi átt nokkur jól út á sjó. Já, já. Gáfu kallarnir ykkur svolítið jólagleði? Nei, já, það var ekkert annað heldur. Breyttur matur bara. En í hverju var fólgin breyting á jólum? Nú það var dæmis bakað mikið og það var nú keypt í landi líka ef það var stutt fyrir jól og
kom með það borð. Nú og svo var dæmis steikt kjöt sem var nú vanalega soðið. Já, já. Það þótti tilbrigði. Já, en Guðmundur, ekki hefur verið, kallarnir haft fyrir því að skreita í kávetuna í kringum sig? Nei, það var lítið. Og þið hafið þröngt Já, það var allt hreinsað. Það var gert mikið af því, það var hægt að segja að væri hátíðar undirbúningur með að hafa allt til. Og það var til líka, ég sagði nú áðan þetta aldrei komin að hrókjurmann og það er nú ekki rétt hjá mér og allir leiti því það kom fyrir að þið sendu blóm og þvílíkt. Jæja. Já. Já. Fannstu nokkuð tíman að það væri í félögum þínum einhver söknuður að vera nú ekki í landi með fjölskyldum? Já, það var til. Já. En það var ekki almennt. Og þeir hafa falið það svolítið. Já. En nú hef ég nú heyrt í hvíslað að stundum til dæmis á aðfangadag og þegar orðið var dimmt og fólk komið til aftansöngs þá hafi nú stundum komið fyrir að togari hafi slökkt ljós og laumast inn fyrir og nánast og með hérna trollið alveg undir landsteina, er þetta vel? Hafið verið tókað á jólanóttuna? Já. Ég man eitt tilfelli sem að það var ekki gert. Og voru mörg jól út í sjó. En alltaf þögðu þið nú staðreyndina? Já, það var nú ekkert verið að ræða það út í. Nei. Guðmundur, mér skilst að börnið þín hafi heimtað því í landi og orðið náttúræður. Í öryggi. Já, það var nú nokkru liti. Ég var nú hættur að vera verstu vetrarmánuðana. En svo var nú helvitis bíltrögi. Já, heyrðu, og það er nú saga að segja frá því hvernig viðbröðu þín urðu við því. Og ég fótbrotnaði. Og úr því var nú eiginlega því ég ætlaði til sjós aftur og sko að sumrinu til en það var aldrei úr ég færa. Guðmundur Jóð Guðmundsson, kallaði Jaki, sonur þinn, sagði mér það að þú hefðir fyrirgeðu bölvað í 3 mánuði og strítt honum óskaplega eða krökkunum þínum að þau hefði nú verið að koma sér þér í öryggi og þetta væri það nú. Já, helvítis blóðgjörn hefði ekki keyrt mig á mig hefði ég verið að dekja út á togara. Jæja, en ég orðaði það þá. Já. En nú eru sjómenn gamla tímans skútukallar og togarjaxlar sagðir hafa verið hrjúfir. Var það ekki bara yfirborð? Jú. Undir seltunni og grónum lóum hafi runnið nokkuð heitt blóð í æðum. Það var nefnilega meðkalla, það var nú kannski sundurlyndi. En eitt var alveg undantekningarlaust alltaf ef varð að einhverju. Góður blessaður og velkomin góður. Komdu heil og sæll. Heyrðu, áður en við byrjum, hvar fara þessar yndislegu konur? Það eru dásamlegar þessar. Þetta eru dagmaður í Reykjavík. Er þetta dagmaður? Já, meiri háttar. Heyrðu, þetta eru mínar uppáhalds konur. Já. Ég segja þér að þessar konur, ekki allar að vísu, en það eru hver annar betri. Já. Þær hafa passað 4 eða 5 af mínum barnabörnum og ég lýsi ekki bara elskulegheitunum. Nei. Og hvað fólk í Reykjavík á þessum konum mikið að þakka og hvað er mér lítið þakkað? Hefur ekki að klappa fyrir? Jú, ég vil að klappa.
Jæja, Guðmundur, gaman að fá þig hingað Takk eða fín. og við ákveðum þá svona í byrjunni það ekki að semja frið. Jú, jú. Já, þú lofaðir því. Ég lofaði því. Nú en byrjum aðeins á Guðmundi í íslensku þjóðlífi. Þú verður frægur hvað, 1955 fyrir slagsmál, landsfrægur. Það frægastur skulum við segja. Já, hvað gerist þá? Ég var Reykjavíkurmeistari í jakahlaupum 12 ára á tjörninu Reykjavík sko. Og þaðan færiðu þetta. Já, meðal hans. Já, en þú verður landsfrægur, það ekki 55, er það ekki rétt? Já, Og hvernig stóð því? þetta var 6 vikna verkfall maður. Já, Maður hafði 400 manna her undir vopnum, já, lögreglan var 110. en varstu snemma pólitískur Guðmundur? Já, hann skotið snemma. Á hverju? Þjóðfélagi var allt hannig þá. Já, Svona í minni bersku. Hann var að færa föður sínum kaffið í atvinnubóta vinnu. Foreldrar vina minna eða feður voru atvinnulausir og þetta voru tímatinn þá eru róttækur og svo eiga menn ekki að vera sleppa neitt síni róttæknum með aldrinum, en er ég nógu góðum aldri en þá? já, ég sé það. Já, já. Mikil fátækt sem sagt. Já, það mótaði menn á. Þannig að þú hefur farið snemma í æskulýðsvirkinguna. Já, Þá varst þú að reyna einsar nýja leiðir er það ekki til þess að fá fólk á fundi hjá ykkur. jú. Varst ekki í víurnar við Nóbelskáldið? Já, Segðu mér frá því. helvítið fór hillu út úr því maður. Sko, við þurftum að svara Heimdalli með því að vera með öflugri samkomur. Og við fundum það út að við þurftum að fara norður í land að fá Laxness, hann ekki Nóbelsskáld þá, en þetta var nú frægast skáld okkar. Og ég hringdi í hann og hann lofaði að koma þarna upp skrifstofu æskulýðsvirkinguna klukkan 3. Ég er nú aldrei stundvís en fyrir tilviljun bara, ég var á seinna út. Þá kom hann mjög hátilegur og ég bara berendið hvort hann vildi ekki lesa upp úr skáldverkum sínum á þessum stórkostlegu skemmtunum sem við ætlum að halda norður í landi. Ég hef aldrei talað við hennar mann áður, lesið hann frá 16 aldri og eldan landi til að hlusta á hann. Hvað heldur hann hafi sagt? Ég veit ekki. Hann sagði, já, þið eru bara að ferðast að hann. Voðalega gaman að geta verið að ferðast að hann. Ég mist út úr mér, þú ert nú ekki alveg saklaus að því. Já, ég er að skrifa bók og maður þarf að einbeita sér, ég get eitt verið að ferðast. Svona, ég eiginlega, aldrei sem vant að vera eitthvað hikandi og þá sé hann, heyrðu ungi maður, já, kottnungur þá sko. Þetta þú sér nógu modern, sagði hann. Ha, nógu modern, hvað áttu við? Já, fá skáldu til að lesa bókmyndir eða litteratúr, það átti ekki að vera eitthvað trekkils á samkomuna. Ég held að þú sett bara ekki nógu modern. Hvað viltu hafa, þú ert ekki að vera með skáld, hvað viltu hafa sig? Já, það er að vera með eitthvað frumlegt, eitthvað nýtt. Hafðu box eða feitustu konu í heimi? Ég kom ekki fyrir nokkru orði og svo hvattan ákala vingjarnlega og hneigði sig og sagði, ungi maður, það sem gildir er að vera modern. Síðan hef ég ekki talað við hana mann, hvorki vinni síðar. En ég les allt eftir hann. Ég man eftir tíkum þegar ég var lítill þá var ég voða hræddur við því þegar ég heyrði í þér og sá þig á götu, en þrátt fyrir þessa miklu stærð og þyngd, ábúða mikill, ertu ekki ljúmenni? Ég er ákala ljúfur, jú. Er það ekki? Það er það með höf. Hvað þessi ábúða mikli verkalýðsleiðtogi, hvað áhugamál hefur hann? Já, áhugamál áttu við tómstundir aðeins, er það ekki? Já. Maður les nú mest tómstundir, sko. Þeir sem gefa sig í þetta helvíti, þeir eiga yfirleitt enga tómstundir. Það er helst sko að maður þyrfti eiga meiri tómstundir til þess að elska kona sína betur.
Þetta er svona. En ég vissi það að þú varst nokkuð og bara mjög liðtækur í íþróttum á sínu tíma. Já, ég þótt efnilegur. Hvenær kepptur þú síðast? En mér var ráðlagt að hætta sko meðan það orðlagi á mér ég væri efnilegur. Já, vera efnilegur. Já. En hvenær kepptur þú síðast í íþróttum? Já, það nú það. Já. Það var ekki mjög langt síðan. Nei. Og gerði hans í gott, skal ég segja. Þá var Ingibjörn Albertsson, sonur Alberts fóstbróður míns Guðmundssonar. Hann var með þér í Val. Jú, jú. Þið voru alltaf að gera mörk hjá KR helvítin ykkar. Og þá var hann að þjálfa FH. Já. FH var nú eitt í öðru sæti á Íslandsmótunum þá. Nei. Hann var að reyna svona að gera einhverja menn úr þeim. En það var lítil aðsókn af vellin. Hver heldur hann að tekið upp á? Hann var modern, sko. Hann auglýsti í FH eitthvað annað félag, ég man ekki hvað það var. Í leikfléi verður vítaspyrnukeppni milli Alberts Guðmundssonar og Guðmundar Jaka. Það voru aldrei verið annars aðsókn í Hafnarfirði mörg ár. Komu þessi 3 Hafnfirðingar? Já, Magnús. Og hvernig fór? Já, það fór dálítið vel. Já. Það fór dálítið vel, sko. Mér leist nú ekki á það, sko, fyrsta skot Alberts, það var í vinkilinn svona þarna uppi. Ég held að bolti myndi, sko, bara springa. Og svo dró ég vall að markverðinum í fyrsta skoti. En svo þegar það voru búin 4 skot hjá hvorum, þá voru 2-2. Og játefli? Nei, þegar ég var búin með 5, þá var ég búin að skora 2 mörk. En Albert bara 1, hann skoði tvisa í stunginar. Já, klöfi. Klöfi? Já, helvítis klöfi. Einu sinni stungina. Svo var hann nú í fínufötunum sínum og sperriskonum, ég var í öllum íþróttagalla og flottmaður. Og hann tók nú mikið til laup og skaut og í stöngina út aftur. Þá kemur þessi elskulega dóttir mín einn, sem hefur verið þarna, hjá þessu stúlkum, og dugleg og góð, kemur hlaupandi og segir, afi, ég viss að þú myndi vinna. Guðmundur, dásamlegt að fá þig hingað til minn í kvöld. Gangið alltaf sem best. Takk að þið fyrir. Og gefðu konunni aðeins meiri tíma. Ég ætla að reyna. Þó fyrir í mörgum fréttamyndum og enn starfandi á fullum krafti, en það Guðmundur J. Guðmundsson, formaður Dagsbrúnar. Hann hefur starfað innan verkalýðshreyfingarinnar í 45 ár. Í 27 ár hefur hann verið varaformaður og formaður Dagsbrúnar og hann formaður Verkamannasambands Íslands. Við fórum á hans fund til að inna hann eftir því hvort dregið hefði úr hinnu hörðu verkalýðsbaráttu fyrri ára. Hér á landi hefur ekki komið til allsherjar verkfalls í 11 ár og því spurðum við Guðmund J. hvort verkfallsvopnið væri ekki lengur eins beitt og það var fyrir 20 árum. Nei, ekki með sko þessum mæli, þessi allsherjarverkföll. Og verið sjómannaverkföll og það verið verkföll einstakra félaga. En ekki svona breið fylking eins og var. Þessi verkföll sem voru svona frá 42 og alveg til 77. Það voru svo stóri draumar á bakvið þetta betra þjóðfélag, meira réttlæti. Það voru stórfelldar þjóðfélagsumbætur, almannatryggingar, barnabætur, atvinnuleysistryggingar, sjúkra og orlofssjóðir, lífeyrissjóðir. En það komið meira af þessum kaupkröfuklúbum sem ég kalla. Það afmarkaðir hópar með ákaflega sterka aðstöðu í þjóðfélaginu. Yfirleitt frekar sérhæfðir og sérmenntaðir menn. Staða verkalýðshreyfingarinnar hefur hún veikst? Já, hún hefur veikst, því miður. Nú Guðmundur, við getum ábyggilega að tala lengi þetta mál, en nú vil ég að við vendum okkar kvæði í kross og ég fái að spyrja þig spurningar sem hefur farið ákaflega hljótt og verið pískraðum.
Er það rétt að þú sért fyrirmyndin að Chris líkneski því sem að Einar Jónsson myndhöggvari gerði og stendur í Hallgrímskirkju? Allt grefur það nú upp. Já, ég vann við það í 6 vikur að vera fyrirmynda Jesú Kristi á dagsbrúnartagsta hjá Einari Jónssoni. Og það líkneskir í Hallgrímskirkju. Af hverju valdi hann þig? Varstu svona vel á því kominn, líkamlega, hver var ástæðan? Ég var nú með annað og betra vaxtalag, ég var 18 ára gamall og hann var lengi búinn að vappa þannig að ég var að vinna þannig í garðinum hjá honum. Hann var lengi búinn að vappa þannig, skoða menn, við vorum, þetta var sumarleyfi, haustleyfi, við vorum naktir að beltistað. Allt í einu röltan til verkstjórans og bent á mig. Og verkstjórinn kom til mín og sagði að hann vildi fá mig sem módel. Ég var nú að viðurkenna það að ég hrökk aðeins við þegar ég var settur upp á stall, sérstaklega stellingar svona. Og þar þá Jesú Kristur sem fyrirmyndin. Segðu mér, ert þú trúaður maður? Hafður gaman að þessu, ertu stoltur af því að vera fyrirmyndin? Já, ég það. Þetta var ákaflega skemmtilegar vikur. Þetta var nú ekki 8 tímar á dag. Gaman að fylgjast með hvernig hann vann, kynnast honum. En Guðmundur Jóð og Kristur, eiga þeir eitthvað sameiginlegt? Hefur þú tekið mark á hans boðskap og farið eftir honum? Ekki veit nú hvað ég hef farið eftir honum, ég virði þann boðskap mjög. En mér hef nú aldrei tekist að vera neitt Messías.